byrja að sýningu mynda Touch Your Heart. Ég ætla að spyrja, hver var svona innblásturinn fyrir myndina? Hvað sagðirðu? Hver var innblásturinn fyrir myndina? Ég byggði þetta upp mikið af bara æskunni minni og margt sem kom fram fyrir mig í framhaldsskóla. Það er margar svona tilfinningar tengd mér, svona hvernig hefur líðið sem krakki og hvernig það hefur breyst sem unglingur. Líka hvernig annað fólk hefur haft áhrif á mig. Cool. Hversu lengi tók myndina? Því að ég veit að það er að gera svona teiknimynd, hversu var þetta svona nokkra mánuði eða svona? Ég var í heilt ár sko að gera það bara síðan síðasta hálftíð var. Það byrjaði strax að vinna í þessu. Gert. Já. Ég sko, það er ein spurning sem að ég er svona smá ég svona skildi ekki beint alveg, kannski er þetta bara ég er svona, okkur var svona þú veist þannig að bláið þarna og þannig að veit ég okkur enduðu ekki beint saman og hvað var svona, því að ég svona var smá svona alltaf að pæla í það svona, þú veist, hvert sem ég fór að mynda svona. Þetta átti að vera svona tengsl sem er ekki beint svona healthy, þú veist svona að reyna að vera með einhverju svona út af kvíða og þú er ekki að fara frá þeim. En það verður of mikið fyrir þig, þú veist, kannski fyrir það að særa þig óvart og þú hefur ekki sorgnaði sjálfur. Og þá bara, þú verður að láta þig fara, þú veist. Ok. Já, þess að bæða tíman kláfast. Nei, ekki. Er einhver spurning frá ykkur öllum? Já. Hvað ertu búin að gera mikið af svona myndum? Ég var með 2 animation hérna áður í fyrir hálftíðina en þær voru miklu styttri og þær voru líka rosalega langar. Hin myndin sem var undan, hún var bara 3 mínútur en sko hún var líka heilt ár. Ég hef búin að vera að æfa mig mikið svona heima með alls konar sem ég ætla ekki að búa til fulla myndur en ég þú veist, bara til æfingar. Já. Eitthvað fleiri? Ég náði ekki nafnir á leikstjórunum. Já, ég fyrirgeði það. Hvað heitir það? Ég kynna leikstjóruna. Fyrirgeði. Sigrún Heba? Sigrún Heba, já. Já. Það segðu mér, er þetta fyrst og fremst bara svona stúdía í hjá þér? Hvað segir þau? Já, það er svona bara tilraunastarfsemi sem þú ert að gera. Þetta er svona tilraun á hæfileika mín út af því að ég vildi reyna alvarlega á mig og sjá hversu langt ég kemst fram með það sem ég veit animation. Já, akkurat. Skemmtilega, tekníkarna er skemmtilega hjá þér, svona góðar og líflegar. En það er auðvitað einhver saga. Þú ert ekki með neina sögu, eða þetta er bara svona þú ert að prófa það áfram? Það er auðvitað saga fyrir bakveita sko, en það er ekki svona screenplay en eitt þannig, þetta er bara svona storyboard. En þú vilt ekki hafa einhvern þul sem að, eða leikara einhvern sem að læsi segði sögu, því að það er greinilega saga þarna, ég sá það að. Já, sagan er sko sagt alveg án orða, það bara er í hreyfingum. Já, en þú ekki heldur vilja gera tilraunir með það að svona, að setja hljóð og annað sem að hjálpar hreyfingu dýranna í teiknumyndinni. Ég myndi alveg vilja hafa sko meira og betra hljóð í myndina en ég var bara svo upptekinn að teikna og karakterina, það var bara engin tími til þess að pæla í hljóði. Þú getur bara haldið áfram og unnið meira í þetta í rauninni. Já, ég bara hafði engan tíma bókstaflega. Nei, en ég er bara hvettur til þess. Já. Þannig að þá grípur þetta mann betur. Einmitt. Ég stefni á því sko, ég er búin að vera pælið því eftir þetta að reyna meira á hljóður því ég hef ekki nógu reynslu í því. Nei, það er allt fyrst. Og það er enga reynslu fyrst og þú byrjar að gera animation hvað sem er. Þá bara prófa það líka. Þetta skiptir svo mikið máli saman í animation sko, að hljóð og mynd getur unnið svolítið skemmtilega. Já, einmitt. Það gangi þér vel, takk fyrir. Já, takk fyrir. Ekki skapa meistarann. Já. Einhver fleiri spurningar? Einhver? Nei. Það er ein auka spurning sem
svolítið hafði meðan ég var ég horfði myndina aftur á skjánum. Tókst einhver innblástur frá svona Ghibli-myndum, eða svona bara svona Spirit Way, eitthvað svona farfólkið? Já, nákvæmlega. Ég á svona storyboard af Ghibli-myndum heima og ég hafði eiginlega gleymt að ég fekk rosalega mikið inspiration frá Spirit Way, þú veist. Já. Ég var að fara yfir storyboard, ef þið veitir hvað það er. Svona myndasaga af bíómyndum. Og ég fattaði að ef þú kannast við Haku, þú veist drekinn. Segð það þér? Ef þú kannast við Haku. Já. Ég var að sjá hvernig leit út af fyrir ég fattaði að það var mjög mikil innblástur fyrir bláa í þessu frá honum. Því að þetta er búin að vera hugmynd först í mér í mörg ár svona. Þessu veitinni karakter og ég vissi ekki hvað þau gerir með hann. Svo leit ég eftir í þessum eina Ghibli-mynd og ég fattaði að þaðan kemur þessi innblástur fyrir þess að skrýtna að veru. Já, þú bara, hérstu þú varst að búið til bara yfir nýtt karakter sitt bara fyrir, já, þetta er drekinn og Spirit Way. Já, þetta því að þetta er svo skrítið, þú veist, þetta er ekki eitthvað típist, finnst mér. Já. Já, bara hefur gerst. Það er ekki fleiri spurningar, eða, jú, eitt annað. Hvað segir hann? Getur sagt aftur? Uppáhaldslitur? Það er bara liturinn til að nota í myndunni. Það bara fer eftir hvað þeminn í myndinni er, sko. Ég valdi bláa hérna sem á að vera svona eins og sorgmænt og bleika á að vera svona eins og ást eða svona support eða eitthvað þannig. Og þá á að vera svona litaþemur í þessu. Og ég vil bara lita eftir hvað passa best fyrir myndina. Já, það er flott. Hvernig er tíminn? Það er 8 mínútur. Já, þetta er bara sér. Það er ekkert endilega. Já, ég bara segi þetta gott bara núna. Já. Já, takk fyrir myndina. Takk fyrir.